Herru, jæja Gunnar, ég ætla að byrja að óska þér til hamingju með verðskuldaðan bikarmeistaratitil. Tilfinningin hlýtur að vera ofsalega góð. Já, bara frábær, æðisleg og já, þetta var bara þröskuldur að fara yfir. Ég meina, margir núna hérna hjá mér að vinna sem fyrsta titil í meistaraflokki og þetta var ákveðin svona múr að brjóta. Þannig að ótrúlega bara ánægður að upplifa þetta með strákunum og hvernig náðum bara að stilla okkur vel inn í helgina og spilum vel. Ertu ánægður með æfingavikuna, undanúrslitaleikinn? Var þetta ekki bara allt eftir bókinni og bara fagleg nálgun á báða þessa leiki hjá strákunum þínum? Já, við spilum bara mjög vel á móti FH á fimmtudaginn og ég meina varnarleikunni og markveislan í kvöld var stórkostleg. Ég hef viljað skora meira og fengum alveg nóg að færum til þess en það var sem það er bara stress í þessu og langt síðan að menn hafa unnið titil og margir sem hafa aldrei unnið titil þannig að ekkert óeðlilegt að vera svolítið stress í báðum liðum. Eins og segir, margir ekki náðu titla, Haukar hafa ekki unnið Íslandsmeistara bikarmeistaratitil síðan 2016. Varst þú fenginn aftur inn í þetta til að sækja stóru titlana? Já, það var bara hannig. Ég kom hingað til að vinna titla og bara fann ótrúlega mikið hungur í félaginu og innan vallar og líka utan vallar, með bara ótrúlega reynslu utan vallar, menn sem er búin að vera lengi hérna og Þorgeir, Palli, Aron Kristjáns, Ella Súperþjálfa, við erum bara með andra formann, við erum með ótrúlega öfluga hóp hérna, menn sem eru bara með svartabelti að vinna titla og ég náði bara að virka þá líka og þeir eiga stóran þátt í þessu og það var bara markmið, við fundum í vor og það var bara, markmið að vera að vinna titla og það byrja á einum og til þess kominga og þetta ánægði með að landa fyrsta. Umræðan fyrir hennar leik í kvöld var að Haukar ætti að vinna þetta með 10 algjöru favorites. Hvernig var nálgunin, hvernig var að mæta inn í leik sem algjörir favorites? Mjög erfitt, ég er búinn að vinna þetta 2 áður, þá vann ég Hauka og svo FH í úrslitum. Það var auðveldara, því að núna umræðan var eðlilega að við vorum favorites og það er bara rosalega erfitt að fara inn í svona leik, þegar umræðan er svona og ég veit alveg þessi strákar eru alveg viðkvæmir fyrir þessu og við höfum alveg lent í því í vetur, við vinnum Val og þá voru orðnir deildarmeistarar og svo kom bara 3 vikur sem við náðum ekki sambandi við þá, þannig að við gátum ekki neitt, þannig að auðvitað hafði ég áhyggjur af umræðunni og ég fór bara vel yfir þetta með þeim og ég sá það svo bara í uppbytun og orkunni í klefa að við vorum klárir í þetta. Núna hef ég fylgst með ykkur mikið í vetur, núna er stutt í úrslitakeppni og annað, þurfum við ekki að ná meiri stöðuleika? Jú, meiri stöðuleika og við höfum sýnt hvað við getum og það er svona bara, þetta eru ungi leikmenn sem kannski hafi ekki rosalega mikla reynslu og við reynum að læra mikið og ég sagði við það fyrir þennan leik nú hættum við að læra og nú förum við uppskera. Við erum að læra nóg síðustu vikur og mánuði, nú komið tíma og við sýnum það að við séum að þroskast og læra og förum eitthvað að uppskera og ánægð með það, við klárum þetta. Stutt eftir í deildinni, deildarmeistaratitilinn langsóttur, það fær bara að vera hreinskilinn, en það hlýtur að vera bara markmiðið að sækja Íslandsmeistaratitilinn. Sjálfsögðu, já við kostuðum sem deildarmeistaratitil frá okkur að mínum mati og bara hundfúll með það, en ég skal fyrirgefa það núna, en það er bara sama, við ætlum að berjast Íslandsmeistaratitilinn, við ætlum bara að berjast alla titla og þá dettum við vonandi 1 og 1, ég meina við vinnum ekki alltaf, við gerum alveg grein fyrir því, það eru mörg góð lið, en þegar við erum alltaf í baráttunni og erum í þessum úrslitaleikjum þá vinnum við titilinn á milli. Hvað ætlar að taka marga í kvöld? Þeir verða nokkur ég held að maður eigi það alveg skilið. Er það ekki verðskuldað? Ég skal gefa leyfi. Ég skal viðurkenna þessi dagur er bara mjög erfiður, laugardagur, leikurinn 18:30, bara mikið stress. Ég er búinn að spila marga úrslitaleiki og vinna marga titla. Þetta er svona bara með verri dögum sem ég man eftir í þjálfun. En orkan í húsinu, laugardagsleikur, fólk fær að fá sér mikil stemming, er það ekki svona á kvöldi á laugardegi? Jú, geggja fyrir áhorfendur og stuðningsmenn og umgjörinn alveg stórkostleg og frábæra mæting, ég meina allt upp á 10, en svona fyrir okkur sem erum að spila það er oft betra bara að geta unnið til 4 og mætt svo í leikinn, maður var heima bara að lappa í hringi og eitthvað bíða eftir þessu, en þegar þetta er búið.